Sko, mín fyrstu kynni af bókinni, verkinu var þá las ég las þessa bók á menntaskólaárunum eins og margir og heillaðist alveg af þessum heimi og þessari frásögn og þessari sögu og þessu eiginlega ævintýri og þessari fallegu litlu ástarsögu sem þarna í og þessari heimsókn djöfulsins til Moskvu og þótti þetta mikilvægt, merkilegt og skemmtilegt. Og svo fékk ég tækifæri til þess að gera leikgerð úr þessari bók fyrir Hafnarfjarðarleikhúsið á sínum tíma fyrir 15-20 ár síðan. Og náttúrulega við þá vinnu, þá náttúrulega fer maður voða djúpt inn og lúsles allt og allt í kringum og þannig að ég nokkuð vel kunnugur verkinu síðan þá. Og svo kemur þessi hugmynd að hér í Þjóðleikhúsinu að kannski væri þetta eitthvað sem væri skemmtilegt að gera. Og mér þetta bara varð rosalega spennandi. Og úr varð að við fengum tilbúna leikgerð, sænska leikgerð af verkinu sem var sýnd í Dramaten í Stokkhólmi fyrir einhverjum 6 árum síðan. Og okkur líkaði hún bara vel. Og mér fannst hún svona, ég bar hana aðeins saman með það sem ég var að gera á sínum tíma og margt var mjög líkt en annað svona ólíkt og svona hann svona trúr bókinni og sjálfur hann bæði leikhúsmaður og svo hann líka skáldsagnahöfundur þannig að hann svona hélt svona vel utanum innihald og efni bókarinnar og mér fannst hann velja efnið vel og þannig að sagan og framvindan var svona skýr og var svona sammála mörgu leyti þá aðferð sem hann beitti við að gera þessa leikgerð. Og við sem sagt leikmyndateiknari, búningahöfundur og tónlistarfólk og allir sem að þessu koma, ljósamaður og við ákváðum að skapa þessu bara sem sagt umgjörð í rauntíma verksins sem er Moskva í 1930 og svo tímaflakk í þessu að því að það líka sögð sagan af samskiptum Jesú Krists og Pontiusar Pílatusar þannig að við færumst alveg 2000 ára aftur í tímann til Jerúsalem. Þannig að það er svona svolítið búið að vera okkar challenge að skapa þessu svona svolítið svona, hvað á ég að segja, svona svolítið smá svona, auðvitað er þetta mikið leikhús og öll meður leikhúsin notuð en þemað sem við erum að vinna út frá eru þessir tímar. Og það er ólíkt í allri umgjörð. Þannig að fyrir mér er þetta verkefni bara svona, já, spennandi og endurnýjun og svo bara eins og með öll svona stór og góð bókmenntaverk. Maður eldist og maður þroskast og maður breytist og maður kemur að einhverju verki sem maður átti einhverja stórkostlega upplifun með fyrir 20 árum og maður kemur aftur að því og maður áttar sig á því að maður er breyttur maður. Og þar af leiðandi er sagan breytt og einhvern veginn innihaldið og skilningurinn hefur breyst. Þannig að þetta er bara dásamlegt ævintýri.